Góðan dag, ég ætla að fjalla hér fjagra riddartafl. Þetta þekkja nú allir og algengustu leikirnir eru D4 og biskup B5 hérna, en ég ætla að taka fyrir aðra leiki. Ég ætla að taka fyrir biskup 1-2 og A3 sem rauninni svona smá biðleikir, en þeir eru smá svona tricky sko. Ég vil byrja á biskup 1-2 og hvítur rauninni að spyrja svartan hvernig hann ætla að tefla þetta. Og það eru 3 leikir sem ég ætla að skoða hérna: biskup B4, biskup C5 og D5, sem svona eðlugustu leikirnir. Skulum byrja á biskup B4. Nú eiginlega svartur töflu eins og hvítur töflu venjulega, nema hvítur með svart og með biskup á E2, það mætti orða það þannig. Hér riddari D5 ágætt framhald. Nú segjum að svartur drepi á A4, þá tefli hvítur þetta bara svona og það er jafnt á peðum, en hvítur með biskup har á þægilega stöðu og riddarinn þarf að svartur þarf að eyða tempo og að fara með riddarinn á B4 tilbaka. Já, þetta er ekki gott á svart. Biskup 1-7 er eitthvað sem ég skilur hún ekki, það er bara biskupari á hvít. Þannig að biskup A5 C3 er áhugaður leikur. Nú ef svartur drepur á A4 E4, þá kemur D3 og þetta er svona smá tricky fyrir svartan hvernig alltaf tefla þetta. Við erum alltaf með hérna B4 í kortunum eftir á. Nú segjum að svartur leikir þetta F6 á biskup G5, þetta er hugmyndin, það er leppur og ridдар 1-2 er upprópunumerki, það er að pressa á F6 veikleikan. Biskup E6 og ridдар þetta F6, sterkuleikur. Biskup H4, og ef við höfum leik hér þá viljum við leika ridдар 1-4 og ná í F6 pið. Og D5 valdar E4, þá stuttrókun, biskup Bjarni 6, kongur H1, og hér er bara planið að leika F4 og herja á F6 veikleikan hjá svörtum. Og það er, ég sé ekki neitt fyrir svartan við því sko, og þetta er tölvöld betri stað á hvítan. Þannig að biskup B4 er sennilega slæmur leikur bara. Og biskup C5, þá kemur þetta klassiska, drepa á E5, D4, biskup B4, og drepa á E4, D3. Já, segjum riddari drepa C3, þá drefum við peði, biskup 1-7, drefum G3, biskup H6 og hvítur með tölvöld betri stöðu, svartur getur ekki stuttur ógerað. Og hvítur með gott frumkvæði hérna. Og biskup drepa C3, það er bara drefum peði, biskupar og betri stöðu. Þannig að lokum er það D5. Þá er það D5 og þá er þetta orðið svona eins og fjara riddara skoti með skipti litin að biskup 1-2, stuttrókun, riddari drepa C3. Mig grunar ef svartur fyrir að tefla þetta eitthvað öðruvísi eins og biskup 1-7 að biskup B5 gæti verið hvimleiður leikur út af E5 er svolítið veikt.
Hrókurinn getur farið á E1 líka. Þess vegna er svartur yfirleitt að drepa hérna á C3. B-drepur. Hér eru tveir leikir, biskop D6 og E4. Biskop D6, þá ætla ég að mæla með D4, hrókering, hrókur B1. Pressum á B7. Og ef svartur leikur B6 þá bara hrókur E1 og þetta er svona eðlileg staða bara. Ég er nú ekki með þetta svo sem lengra en hvítur getur svo mættalega að fara með biskupin á F1. Jafnvel D3. Og H6 gefið upp sem best fyrir svartan. Drepið. Biskup F3, hvítur heldur pressunni, hótar á B7. Hrókur B8. Biskup A3. Og ef hrókur inn á 8 þá kemur biskup C6 og svartur í vondum málum. Þetta er svona óþægileg leppun hérna á B-línunni. Já, hann bara drepið hérna með hrók og hrókurinn á í rauninni enga reyti nema að fara hér, en þá kemur hrókur D8 skák með miklum óþægindum. Það er þetta líka biskop D7 til dæmis. Þannig að biskop D6 það er bara drepið. Og í fyrstu sín er hægt að segja að þetta er bara jafntefli, en það er ekki alveg svo einfalt sko. Ef hóttum D6 piðinu, segjum hrókur D8, þá kemur hrókur D4 og hvítur er með dálitla pressu sko. Til dæmis ef hvítur eftir leik, þá myndi að geta hann leikir hrókur A4 eða hrókur D1 og svartur á aldrei A6 þegar bara drepið A6, það leppur. Þannig þetta er svona, það er aldrei pressa á svörtum. Það er svona tiny edge á hvítan. Það var hinleikurinn E4. Það er svona peðsfórn í smá tíma. Við bætum það upp með að við erum bara hrókera og með betri liðskipan. Það segjum drókn D5. Já, ég ætla að byrja á hérna eða drókn E5 og D4 best gruna mig. Og við erum svo fljót, hvítur er svo fljótur að nýta sér E-línuna í mörgum tilvægum. Segjum E-drepa D3, þá kemur hrókur E1 upprápunarmerki og svartur í vandræðum út af E-línunni. Já, þannig að E-línan er svona aðal problemi hjá svörtum hér og hvernig hann ætlar að ljúka liðskipan. Já, það er spurning drottning E6, þá geti F3 verið bara option hérna held ég. Töfla svona einhvern veginn. Og það er shaky fyrir svartan að reyna að tefla þetta piðin yfir. Það er alltaf þetta vesen hann á E-línunni. Og biskup E6 er ekki leikur út af D5 og svo kemur biskup F4. Já, ég ætla að fara tilbaka. Bökkum hérna, bakkafjörður og drókning D5, D3 bestur. Ætla
ætlum bara að ná í piði tilbaka. Segjum E3, þá biskup F3 og það er eins og ég nefndi á hann vesinn á E-línunni, óþægileg staða svartan. Og biskup C5, teflu þetta svona. Biskup F4, hóttum á C7, A4 og í prinsipinu í þessum stöðum þá leikum við A5, hrókur B1 hugsanlega í fremtíðinu og pressum á drottningavengnum. Það er bara að sína framhaldið. Biskup A6, náum hérna í peð og við erum hérna með aðeins betri stöðu á hvítt. Peð yfir náttúrulega. Biskup F5 er annan leikur, teflist svipa og ekki má dreif með biskup, þá kemur skák á A4 og svartur lendir í vandræðum. Já, hér er biskup dreif D1 upprópunarmerki og svartur getur náttúrulega ekki dreifið á E4 þá hrókur E1. Þannig að biskup E6, biskup E3 og svo er það bara þessi sömu plön hérna með A4 formar hókinn, biskup C2, F4, hókur F, B1 og pressum á drottningaveng. Biskup D6, D-dreipur E4, drottningdreipur. Ég ætla bara að láta leikina tala fyrir sig hérna. A4, A5, mikilvægt auka rýmið. Líkt og Hjörvar talaði með sjónvarpinu, þá er rýmið mikilvægt. B6, F4, góðleikur, kongur F2, þetta er skák hérna sem Júsupov teldi með svart í Reykjavík-mótinu fyrir mörgum árum og hvítur var bara einfallega með tölvöld betra hérna eftir H4. Hvítur með rýmið og svo bara G4 er að koma hugsanlega og þægileg stað á hvítan. Þannig að þetta eru svona hugmyndirnar í biskup 1-2. Nú ef svartur væri eitthvað solid og leikur biskup E7 þá getur hvítur alltaf bara leikið bara D4 þetta. Þá var hann bara að koma með þetta sem hann vildi. Þannig að ég er búinn að taka fyrir biskup 1-2 í kaffihúsa repertórun okkar. Og næsti leikur er A3 sem var svona við strákarnir í taffélaginu voru svolítið að tefla þetta svona kringum árið 2003-2004. Ég man eftir að Davíð Kjartansson, Stefán Kristjánsson heitinn höfðu gaman að þessari hugmynd sem við skoðum einhvern tímann á þessum árum, teltum margar hraðskákir í þessu. Ég ætla að fara nánar yfir þetta. Já, það var A3. Nú ég myndi segja að aðaleikurinn væri D5 hjá svörtum. Ég byrja á D5 fyrir svo yfir hina valmöguleikana. Biskup B5, áhöruleikur, það er hugmyndin okkar. Við pressum á E5 og segjum D-dreipur E4, þá kemur riddari-dreipur E5, drottning D6 á valda C6, D4, A6, biskup F4 sterkuleikur og þetta er rauninni ekki góð stað á svartan. Hrókur 1-1 er upprópunarmerki, hótum á E4, dreipur F4 og dreipur á E4 og svo færum við bara riddarann. Hvíta riddarann eitthvað, dreipur á C6 eða riddar F3 og drottningin er af. Og F5, C4 og svarta staðan er alltaf losaraleg sko.
til dæmis geta telt svona, bara G3 upprópunarmerki hérna og völdu við biskupinn og riddarinn hótaði riddar F7 og svo framvegis, og drottningin fyrir eitthvað þá hefur við alltaf drótning H5 skák. G6 engin leikur út af riddar G6. Já, C6 og ég held að það sé alltaf hægvirt, það eru margir möguleikar á hvítt hérna, svona hrókur C1 nú alltaf nátt eftir fyrst í hug, þá getur hrókurinn fara á C6. Skulum bakka, þannig eftir D4 þá svartur í vandræðum, segjum drifið á D3, þá stutt hrókun upprópunarmerki. Biskup 1 og 6, það má náttúrulega ekki dreipa á E5 út af hrókur E1. Biskup 1 og 6, biskup F4 og hérna þetta D3 til dæmis, og þetta ekki beigla á svartan. Eins þetta dreif með drottningu líka. Þannig að DX E4 ekki góð variantur á svart. Nú hinleikurinn D4, riddar 1 og 2, þetta hérna hugmyndin okkar. Nú skulum byrja á riddar E4, D3, riddar F6. Það ætla bara að mæla með að tefla svona. Nú ef drottning D5, þá rauninni 2 opsjónar, það hægt að gefa hérna 2p fyrir hörku compensation. Ég myndi miklu freka vilja að hvíti þessu. Það svartur eða tempoðum í drottninguna og kongurinn berskjaldaður hjá svörstum og plönin einföld á hvítan. Það líka þetta með biskup og líka þetta F3, teflið og svona til dæmis. Og það var bara planið að fara á E-línuna. Og þetta bara flippin fín staða. Já, þannig að riddar B4 ekki gott. Biskup D6, D3. Og það spurning hvernig svartur við tefla. H6 svona leikur til að covera G5 reytin til dæmis. Geti telt svona. Og hér riddar E7 ekki góðu leikur til dæmis út af þessari trikki hérna sko. Og hvít stendur betur. Og þessi stað nú aðeins þægilega á hvítan sko. Og biskup G4 getur raunin tilraun, riddar G3. Þetta tefla svona einhvern megin. Hérna eru 2 opsjónar, það líka tefla svona og hvíti getur telt upp á betri p-stöðu. Þessi p hérna á drottningu ekki á svörstum slæm. Hinn valmöguleikinn drottninga E1 sem athyglisverður leikur. Og drottningin mjög flexible, getur verið á G3 og svo framvegis. Skulum bakka. D4, biskup D7 annar möguleiki, D3 valda E4 og opnaður biskupinn. Þetta nú svona einföld plön. Þannig eitthvað sem ég skoða C3. Já, ég held að þetta sé allt í lagi á hvít sko. G5 líka smá losaralegt sko. Já, hvítur alltaf með einhver plön með C3 og eins ef svartur stuttrókir þá ýmsir möguleikar. Riddar H4, C3
jafnvel B4, eins geti H3 með rittari H2, F4 verið eitthvað plan, eða H3 rittari H2 rittari G4. Þetta er svona þekkt plön í spámeira og ítölskunleik. Þannig að svona teflist þetta eftir D5. Biskup G5 er skemmtilegu leikur. Og þá kíkjum við aðra leiki. Biskup C5, þá drepa E5, alltaf sama trikkið. Biskup D6, F4, tökum eftir við drifum ekki strax á E5, þetta er nákvæmara. Biskup 1-7, og hér er ekkert að því að tefla svona til dæmis. Ég skoðaði þetta eins. Nú, þetta er allt í lagi á hvítan. Þó kongur sé að G3, biskupinn C8 svo lélugur og já, svarti kongurinn ennþá líka segi, hvítum biskupari. Og önnur hugmynd er D5, svartur líklega að drepa það. Þetta er eitthvað sem við telst. Þetta verður svona aðeins þægilega á hvítan sko. Já, hvítur með rýmið fræga. Skonum baka. Nú G6 getur verið hugmynd, fíjandjatta biskupinn. Þá er ég nú með ýmsa leiki hérna. Það var kannski að leika D4 og þetta er D5 getur verið option, en það er svona eitthvað Belgrad gambítur, en þetta sé nú ekki svona hugmynd. Það er hægt að drepa á C6 og leika biskup C4. Þetta er D2 í annan plan hérna, þetta er svona eitthvað megin. Þetta er eitthvað skák sem deldist, hvítur fekk betra, svo bara stuttur okkur. Annað plan er rittari drepur E5 sem er svona viltara plan. Þetta getur skák með að skoða sig með grunan og að svartu verða fórna kallinum tilbaka. Biskup B5 hefur líka telst eitthvað svona, og biskup C4 er nokkuð eðlugur leikur. Þá gengur náttúrulega ekki þetta trikk út af rittari F6. Biskup G7, D3, hvað að segja, D6, H3. Þetta er svona normal staða bara. Hrókering. Ég held að stuttrókun sé betra, ég veit ekki alveg með löngrókun. Þetta er grunna þetta sé í lagi á svart sko. Svona jöfn staða bara. Stuttrókun. Rittari H5 D4. Ég segi þetta var aðeins betra á hvítan. Þetta er til dæmis einfalt plan líka. Nú svartur getur leikið D6 áður en hrókerar. H3. Hvað segja, biskup E6. Hrókering. Já, þetta er saman staðan. Það er raunin að velja bara hérna. Ég veit ekki hvort G6 sé algengt. Þetta er nú virkar mjög solid plan. Þetta sem við skoða á. Telda svona. Hvað ég segja? A6 herm eftir hvítum. Það var bara D4. Það sama á áðan. Það er hægt að stúdera Belgrad gambit með A3 og A6, en það er bara einfaldast að drepa hérna. Og ef rittari drepur E4 eitthvað svona taktist, þetta er nú þekkt í stöðum þegar piðin á A7 og A2, þá eru tölvurnar hrifnar af þessu á hvít. Og hvítur á að hafa gott frumkvæði fyrir pið hérna.
Nú biskup C5, það var bara biskup 1 og 3 og hvítur betra. D6, það er aldrei passíft á svartan. Biskup F3, já, þetta er bara svona þægilegir stað á hvítan myndi ég halda. Beðastaðan svolítið slæm hjá svörtum. Nú D6 er annar valmöguleiki. Hérna eru nokkri valmöguleikar. Sjálfsög ekkert að ég held ég að leika D4 og tefla þetta bara svona einhvern megin. Þetta er nokkuð gott að hvít. Ég er nú ekki að leita sannleikas í þessu vídeo, ég er bara svona sína leiðir. H3 getur verið annar möguleiki komið við fyrir biskup G4. Tefla þetta svona og ef það hrókerar þá tefla þetta svona og rittar 1-8 G4 komið við fyrir F5 eitthvað svona drepið, það er bara svona svipað á venjulega. Hvítur fær rýmið og þægilegri stöðu. Þannig að H3 er ekkert vitlaust sko. Já, hvað á ég eftir hérna? Biskup 1 og 7. Nú bara D4. Nú að dreif með D-piðinu þá held ég að þetta endurtap sé nú aðeins þægilega á hvítan. Þetta er ekkert mikið en það eru lítið þægilega. Og B-dreifur E5. Svartu gæti telt eitthvað svona gambít að fórna peð en ég er nú ekki alveg samfærður. Rittar 1-8. Biskup D3 gæti komið til greina hérna til dæmis. Drónu D4. F6. Það var rittar F6 góðuleikur, þetta er ekki alveg ljóst sko. Ég var eitthvað aðeins að kíkja á þetta. Svartu fær kannski góða bætur hérna. Þannig að hugsanlega er lausnin hér að tefla bara biskup D3 og vera solid. Já, ég held ég sé það búin að fara yfir flesta af þessum leiðum í kaffihúsa 4 réttartaflun okkar. Ég verð með svona vídeo sem ég kalla kaffihúsa fyrir framann. Það er svona einhverja leiðir sem eru svona óhefðbundnar. Ná get kannski styttri tímamörkum, atskák, hraðskákum. En allt í lagi að tefla einu og langaskáki í þessu líka ef maður veit hvað maður er að gera. Og þetta er svona auðveldar hugmyndir og það er ekkert verið að finna upp hjólið. Ég veist að margir sem er svart verða mjög hissa að fá þess að leikja á sig. Skilji ekki alveg hvað hvítur er að plana hana. Já, þá var þetta komið í dag. Takk fyrir.